Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Matur og menning í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl, í þessum þætti ætlum við að skoða japanska matargerð og menningu. Við ætlum að skreppa til Stafís í Hnífli, verða okkur út hrefnukjöt. Heilræðishornið verður á sínum stað og við heimsækjum Júlla út á Dalvík. En við ætlum að byrja í Netto og skoða sojasósu. Jæja, þá erum við komin aftur í Netto og í dag, af því að við erum nú með svolítið japanskt þema en með þessu eyfirska tvisti eins og venjulega, ætlum við að fjalla sojasósuna. En þegar ég er að stríða fólki sem spyrir mig hvað sojasósa sé, þá segi ég ofta að þetta sé sojabaunabjór. En sojasósan er ekkert annað heldur en safinn sem að lekur af sojabaununum þegar þær byrja að gerjast. En það sem við byrja að hafa í huga þegar við erum að velja okkur sojasósu er að lesa svolítið aftan á og sjá í raun hvað hún inniheldur. Við þurfum að passa að hún sé ekki allt og sölt, hún sé vel soðin niður. Það sé alvöru soja. Ég hef valið þessa hérna Kikkoman, hún er mín uppáhalds, en það eru til bæði kínverskar og japanskar soja. Skoðu þetta vel. En ég ætla líka að pensla hrefnun okkar á eftir með teriyaki-sósu. Teriyaki-sósa er bara frænka sojasósunar en hún er bara það sem ég kalla sæt soja. Hér er búið að bæta smá sætu og kryddi. Hún er aðeins heitari heldur en sojasósa. En við ætlum líka að henda okkur í japanskt kartöflusalat. Þess að við erum nú stödd hérna við flottustu kartöflu landsins, Eyjafirðinum og Grýtubakkarhreppnum. Þá ætla ég að ná mér í baunir, majónes og setja saman eyfirsku kartöflurnar mínar. Já, góðan daginn, Davíð. Já, góðan daginn, blessaður og sæll. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Gott ágætt nú tekið á mót okkur. Já. Er ekki nóg að gera á stóru heimili? Jú, það er óvægt að segja það. Við þurfum að fara í galla og ég þarf nú að hylja löbban. Já, það er... Og sloppur. Sloppur. Full þjónusta. Gjörðu svo vel. Það er langt sem ég farið í svona slopp. Einhvern tíma var ég sko bara á millidekkinu sem lítill gutti með pabbaganla á Mánaberginu. Ó, já. Þá var maður í snýrtingunni. Í snýrtingunni, já. Heyrðu, hrefna er málefni dagsins. Áttu eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað til að því. Ég var að kíkja á það. Bæði nýtt og reykt. Gjörðu sverhaldur. Jæja, Davíð, hérna ertu með hrefnuna. Já, hér er hrefnan. Reykt og fersk. Þetta er rosalega fallegt að sjá. Hvaðan eru menn að fá hrefnu í dag? Er þetta bara alls staðar að? Já, hrefnan er núna mest út af Faxaflóa og Breiðafirði. Já. Gamlu veiðisvæðin voru nú hérna mest fyrir norðan. Já. Húnaflóa, Skagafirði, Skjálfanda. En núna hafa menn einbeitt sér að þessum svæði þarna fyrir sunnan. Nær markaðanum. Og er Íslendingurinn að kaupa mikið? Já, það er vaxandi. Já. Eftir bannið sem var upp úr 2005 þá hérna náttúrulega
var ekki nein neysla en síðan hérna fóru menn að koma með þetta inn á markaðinn eftir 2003 Já. og þetta er stigvaxið. En þú ert að reykja allt milli himins og jörðar nú? Já. Þú ert að reykja villibráð fyrir veiðimenn og náttúrulega fisk? Já, við erum að reykja hrefnuna og ýmislegt fyrir jólahlaðborðin, gæs, svartfugl. Þannig að veiðimenn koma hingað með aflan á bakkinu og biðja þig að breyta þessu í eitthvað gómsætt. Akkurat. Lax og silung. Já. En Hnífill, þitt fyrirtæki, þetta er nú ekki glæð nýtt fyrirtæki. Nei, þetta fyrirtæki, við stofnuðum þetta nokkur árið 1995 og erum búin að vera það síðan. Og þjónum hérna öllum þessum nærmarkaði, svona Norður- og Austurlandi. Já. Í ferskum fiski og svo erum við að sérfaga okkar þessi reyking. Og þið, eru þið að, maður má ekki segja tað í sjónvarpið, en ertu að nota tað? Já, við notum tað. Köllum við það kofareykt? Já, köllum við það kofareykt. Það er málið svona fína orðið yfir þetta En það er nú ekki glæð nýtt tað? Nei. Það þarf að verka tað sérstaklega fyrir reyk, er það ekki? Akkúrat. Og því eldra því betra. Já, það er þannig. Já. Ertu með góða bændur, eyfiskabændur, er þetta eyfiskt tað? Eyfiskt tað. Já, gott að heyra. Mér hlakkar ógulega mikið til að fara og smakka á þessu. Já. Ég ætla að bregða mér inn í Nonnahús af því að það er nú japanskt þema hjá okkur í þessum þætti og það vitaði nú fáurinn að Nonni hann bjó í Japan í 1,5 ár. Akkurat, já. Þannig ég ætla að kýtla japanska egumann þar. Já. Þakka þér kærlega fyrir að taka á móti okkur og við gerum þessu góð skil á eftir. Takk þér kærlega fyrir komuna. Í dag þá ætlum við aðeins að leika okkur að pípar. En pípar er ekki bara pípar. Það eru til 100 tegundir eða 100 tegunda og algengastur er náttúrulega þessi svarti pípar, svört píparkorn sem að við notum og getum keypt bæði í dufti og heilu. Ég ráðlegg fólki alltaf að kaupa heilan pípar af því að hann heldur ferskleika sínum miklu betur og meiri segja ég nú orðin svo latur að ég á orðið bara svartan pípar í kvörninu minni og mala hann bara fyrir hvert skipti sem ég ætla að fá mér svartan pípar. Hvíti píparinn, hann er örlítið sterkari, ekki þurrkaður í sólinni eins og þessi svarti og er í raun kjarninn af píparbauninni. Það er búið að taka efsta hýðið eða ysta í hýðið á honum. Og rósa píparinn eða rauði brasilíski píparinn vex á mjög lágum svona 10 til 12 cm píparrunnum, einna mest í Brasilíu, er ekkert mjög bragðsterkur, gefur frábæran lit og er notaður mikið í salut til dæmis. Og svo getum við nú fært okkur aðeins upp á við í bragði og styrkleika og þetta þurrkaða chili-duft sem við notum nú mikið í þessar framandi rétti okkar frá Indlandi og Asíu. Og svo erum við náttúrulega með sitt hvora afurðina af sama hlutnum. Það er þessi rauði belgpipar og í litlu tabasco flöskunum minni, þetta er svona Barbie-stærð, þar er búið að bæta í þessari vöru smá edik og salti. Þannig að þetta er ekki bara hvessan sem við viljum fá úr piparnum, heldur líka smá sýra og smá salt. En það sem mér þykir skemmtilegast að gera með pipar er að búa til mínar eigin blöndur. Ég á 3 piparblöndu og 4 og 5 og er að leika með þessu. Að setja bara smávegis í mortilið mitt og þá er ég að hugsa kannski að ég ætla að vera með steik í kvöldmatinn og ég vil hafa hana svo litið kröftuga, setja ekstra hvítan og þá á ég mína eigin piparblöndu sem verður náttúrulega skemmtilegasta umræðuefni við matarborðið. En þessa piparblöndu færðu hvergi nema hjá mér. Herðu nafni, við erum komin að Nonnahúsi til þess að skoða japanska tengingu við Eyjafjörð. En af hverju eigum við sterka japanska tengingu hérna á Akureyri? Það var náttúrulega einn af svonum bæjarins
sem að gerði víðreist fór ekki bara til sko, Þýskalands og hérna Frakklands, heldur fór alla leið til Japans orðin sko áttræður. Áttræður kallinn. Áttræður kallinn, en sko hugmyndin hjá honum kviknaði örugglega í svartbyggaða húsinu sem hann ólst upp í sko, upp á lofti þar sem hann var að lesa og læra framandi heima. Þá kviknaði draumur hjá honum að fara í sko, að skoða þessa staði, fara helst í heimsreisu. Þetta er 1936 fer hann af stað. Já. Endar í hérna, fer til Ameríku, hitta bróður sinn og vestur Íslendinga og hérna endar í San Francisco og þaðan ætlar hann að fara semst til Japan sem hann gerir sko. Og þar býsna lengi? Já, í hvað, 1,5 ár sko. Já. Og það má eiginlega segja sko að þetta sé kannski bara einn af hápunktunum í hans lífi sko. Hún tekið svo rosalega vel í Japan. Og þetta er sko áður en að bækurnar hans koma út í Japan, þar hafa nefnilega komið út á japansku. Já. Þannig að honum eiginlega tekið bara sem sko rockstjörnu í Japan, hann búið að markaðsetja aldrei vel af félögum hans í jesúita reglunni. Já. Þannig að hann sendur í viðtöl hægri vinstri og vekur svona mikla athygli að mikill maður og stór. Mikill maður og stór og svona hávaxinn gráhærður Evrópubúi sko, sem skrifar svona ævintýrasögu sem að féll akkúrat í kramið á þessum tíma sko. Úr Eyjafirði. Sögutökin voru oft Akureyri og Eyjafjörður í sögunum. Já, það eru svona bensku slóðurnar sko. Það er ævintýrin þegar hann er sko bara 8 til 12 ára gamall sko. Já. Það fellur svona vel í kramið sko. En hann ólst einmitt hérna upp í þessu húsi. Já. Fram að hann flyst nú snemma eða tiltölulega ungur erlendis til náms? Já, hann er á 13. ári. Þá sem sagt fær mammans það tilboð frá frönskum greifa sem hafði áhuga að styrkja Ísland og svona vera mannbætandi. Þannig að hann býður 2 ungum drengjum að koma til náms í Frakklandi, í jesúítaskóla sem er mjög sérstakt. Já. Fyrir svona afar svona mótmælendatrúar land að vera. Fyrir ungan innbæing að norðan? Já, fyrir ungan dreng að fara í svona ferðalag, það er dálítið sérstakt. Já. Og þetta má eiginlega segja sko ferðalagi byrja hérna í fjörunni, 12 ára, 13. ári. Og þaðan hér úr fjörunni liggja sem sagt leiðirnar alla Evrópu til Ameríku og svo eiginlega endapunkturinn í Japan á svona heimsförinni sko, þó hann gefur nú ekki upp andan þar. En hann dó, að ég las einhvers staðar, í loftvarnarbyrgi í seinni heimsstyrjöldinni. Já, hann deyr 44. Já. Þá í Þýskalandi, þau voru flutt þangað, jesúítarnir sem hann tilheyrði í Hollandi, voru sem sagt færðir yfir til Þýskalands og þar andast hann í Köln í Þýskalandi. En hann var heiðursborgari Akureyrar, las ég líka einhvers staðar. Já, vill þannig til að sko bæjarstjórinn á þeim tíma, Jón Sveinsson, að hann árið 1930, hann býður honum að koma hingað. Jón nonni sjálfur var staddur hérna í tilefni alþingishátíðarinnar. Já. Var boðið sérstaklega á íslensku ríkisstjórninni og í leiðinni var hann boðið að koma til Akureyrar og þar var hann gerður að heiðursborgara. Enda náttúrulega, nonni náttúrulega fyrsti sko sendiherra landsins og fyrsta seleb. Já, svona alvöru svona seleb Akureyrar og líka svona hálfgerður markaðsfulltrúi landsins sko. Já. Gerir ekkert annað en að tala sko ævintýri sína á Íslandi og dásama land og þjóð sko. Merkilegu kall. Já, þetta er ennþá tengingu í Japan í gegnum hann því að hingað koma ferðamenn. Nafni, mér langaði að fá þig til þess að pröfa sko japanskan mat. Já. Ekki sushi. Nei. Heldur svona með mínu yfirbragði. Já, líst vel á það. Og athuga hvort ég sé nokkuð að hrekkja þig þar. En áður en við gerum það, ætlum við að byrja á desertinum og kíkka á eyjuna til hans Júlla. Velkomin á eyjuna. Núna í skammdeginu ætlum við að ferðast til ýmissa landa, jafnt í huganum sem með bragðlaukunum. Við ætlum að prófa þekkta rétti sem við höfum ekki prófað áður frá hverju landi.
Í dag ætlum við að fara alla leið til Japan. Nú ætlum við að gera banana katsu sem er djúpstektur eftirréttur. Að vísu í Japan eru eftirréttir ekkert algengir, eða voru það ekki, þeir voru ekkert oft með eftirrétti en það hefur aukist í seinni tíð. Og við ætlum að gera einn fljótlegan og vonandi góðan. Tökum við banana og hér erum við egg sem við hrærum saman. Við veltum banananum upp úr egginu. Svo sýnist mér að það geti líka verið skemmtilegt að skera bananan langsum. Þannig við skulum prófa þetta svona. Svo fer hann yfir í hveitið. Þegar við erum búin að velta þeim upp úr hveitinu, þá erum við það aftur í eggið. Svo yfir í japanskt brauðrasp sem heitir panko. Það fæst í sumibúðum hérna, en það er líka hægt að búa til úr hvítu brauði sjálfur þetta rasp eða nota annað. Svo veltum við þessu hér upp úr. Svo djúpsteikjum við á og fara ykkur yfir að sjóða þetta í olíunni. Eins og ég segði áðan, þá hugsaði að það gæti verið sniðugt að ég myndi að prófa það næst, að skera það á langsum. Og ég held að þetta sé bara nákvæmlega svona þegar það er orðið gullinbrúnn. Þannig að við erum að tala mjög skamma stund. Þá eru hér konir djúpstektir bananar, banana katsu í panko brauðraspi. Þetta er einfalt og nú skulum við vita hvort þetta sé ekki eins gott eins og þetta er einfalt. Og ég held að sé bæði að borða með rjóma og þeir tala nú ekki neina sósu en þannig fyrir minn smekk væri góð karmelusósa. Þykir mér líkleg. Vanilís, skrautað með myntilaufi. Hér eru komið þá með japanskan eftirrétt. Og ég bara get ekki beðið eftir því að prófa þetta. Vanilís. Þetta er alveg nættar. Skora okkur að prófa þetta. Alveg magnað. Jæja, Ali. Það var hrefna sem ég ætlaði að láta þið smakka. Þannig að því að við vitum margt sushi og það er að hrefriða upp tískubólan sushi. Það langaði mig að tengja okkur í Japan með góðri hrefnustek. Er það ekki? Meðan að þetta er að steikjast á okkur náttúrulega að forja. Því að Júli er náttúrulega að gera fyrir okkur þennan fína fiskrétt. En Davíð og Mikli, hann reykir hrefnur. Þetta er nú sódastrýmtæki gamla. Það er reyndar sko nýjútgáfa. Ristna sítrónu og smá agave sítrónu.
Við verðum að krydda hrefnuna okkar eitthvað. Alltaf að hafa feskan pipar. Mylja piparinn sem þegar maður er að fara á sér að ég ger ekki bara mikið í einu. Það er langt best. Eiga mortel eða góða piparkorn. Þannig færðu þessa kvessu sem þú vilt í piparinn. En við erum nú ekki alveg búin að skilja við Japan. Því að ég gerði Japans kartöflusalat. Það er nú bara kartöflusalat og þeir nota majónes. Ég er nú mikill aðdáandi majónes. Þannig að þetta verður örugglega jafn spennandi. En hérna er ég rétt á? Það er sko, við verðum að taka þetta alla leið. Svona til þess að tvista þetta aðeins upp, þá ætla ég að nota teriyaki sósu og ég nota hana svolítið eins og barbecue. Ég bara pensla svona létt til þess að fá svona sætubræði sem að maður fær úr teriyaki. Það hefur nú væntanlega ekki alltaf verið fullborða mat á þessum tíma. Nei, í þessu húsi var nú stundum matarskortur, sko, þannig að... Er þið svangir munnar? Já, stundum bara ekki til í búrinu, sko. Það eru hérna pabbi Nonna, Sveinn Þórarinsson, hann skrifaði dagbækur líka, sko. Já. Þannig að hann einmitt segir frá því að þau þurftu að liggja bara kjör til þess að bara liggja í rúminu og spara orkuna, því að það var ekki tilnætt að borða, sko. Hvað er þessu? Þannig að þá komu góðir nágrannar og færðu þeim bara skála berjum. Já. Svo var stundum gott sko að þegar var hvalreki, það var nú ávísun á því að það var hægt að fylla búrið af mat. Já. Og það var einu sinni að það var hvalreki út með firði og það var ekki hvort það var Ólafsfirði eða Siglufirði. Það var alveg ansi langt að fara hérna úr fjörinu og út með firði. Þannig að Sveinn Þórarinsson, pabbi Nonna og nágranninn sem Friðbjörn Steinsson, sem að Friðbjarnarhús heitir eftir. Já, bara hérna þar næsta hús. Já, það passar. Þeir fóru sem sagt saman, kallarnir, út með firði til þess að ná sér í hvalkjöt. En sem sagt það var einhver náttúrulega landeigandi sem átti hvalinn, þannig að það var uppboð á hvalkjötinu. Þannig að þetta er kannski verið örugglega 1,5 sólarhringur að fara. Þeir fara út með, bjóða í miðjan vetur, bjóða í kjöti og koma heim alveg með tómar hendur, fengu ekkert kjöt, buðu ekki nógu hátt. Það var 1,5 tíma ferð í bónus og komum tilbaka tómhendir. Já, allir mjög ánægðir með þá ferð. Það hefði maður nú fengið söngin ef maður er mætt heim með tóman bókan. Jú, það hefði verið væntanlega grátur og gnýsnandi tanna. Þú sagði medium rare? Já, er það ekki best? Ekki? Þetta lítur vel út, fallega rautt. Smá skorpa út. Ég held að það sé ekki hægt að biðja neitt meira, sko. Og svo hef ég, ef að menn vilja, sko, svona sósukallar eins og ég, þá fæ ég mér oft svona sæta teriyaki bara til þess að dýfa í eins og við dýfum kannski súsíinu okkar í soja. Þá er þetta steinleikur þetta með. Það lítur rosalega vel út. Ég er alveg viss að íbúarnir hérna forðum hefðu þegið svona veislu, sko. Þeir hefðu komið tilbaka og grillað sér hrefnu kvöldi kallarnir. Já, þeir hefðu kannski ekki valið sér prjóna til að borða með. Nei, meira að nota það sem búið til flött. Það er náttúrulega bara að því mér langar að hrekkja það. Já, ekki mála bara með prjónum, heldur. Maður. Þetta gjör svona bránar. Hvað er þetta búið að liggja lengi sér? Sólarhring?
Nú er ég búinn að marinera þetta, já, í svona tæpan sólarhring. En sojasósan gefur þessu náttúrulega svona seltu, þannig að við hefum ekki mátt salta þetta meira. Þetta er svona pínu salt. Þetta er æðislegt. Smá límónaði. Svona að gera þetta í miðjan október, Eyjafirði. Mat og menningu er þá lokið að sinni hérna frá Nonnahúsi, en við sjáumst að viku liðinni. Verið bless. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Nettó. Nettó. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endur nærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.